Nei, útskýra fyrir mér konceptið. Ég skil ekki alveg. Ok, ég skal útskýra fyrir konceptið á Backrooms. Þetta pínus með eins og að lýsa hund fyrir einhver sem hefur aldrei séð hund. Okay. Nei, ég búin að vera að útskýra Backrooms, ég held ég sé búin að útskýra 5 sinnum í þessari viku. Ok, þannig veistu hvernig þegar þú ert í tölvuleik og það er eitthvað svona glitch, þannig þú ferði í gegnum gólfið eða ferði í gegnum vegg. No-clippar í gegnum gólfið. Já, no-clippa. Konceptið hvað ef að þú no-clippar úr raunveruleikanum inn í þessi Backrooms. Ok, eins og hliðarvít þá eða? Já, bara eins og einhver hliðarvít nema þú ert í einhverju skrýtnu skiluru rými sem þú þekkir ekki, þú ert að reyna að komast heim, þú veist, og það er allt svona uncanny valley, þú veist, það er eins og þú kemur í herbergi og það er bara hurð á loftinu eða það er risastór stóll af yngri ástæðu og það sem að verst er að þú gerir ekki neitt til þess að innan gæslappa verðskulda þessa refsingu. Þetta bara randomly gerist út af því að einhver gerði vísindatilraun sem að misheppnaðist eða heppnaðist að fyrir því hvernig þú spyrð. Og það að festast þarna inni, það er svona svolítið hræðilega tilhugsun og þú bara ert lappandi þarna og er eitthvað að fara að drepa þig eða ertu bara að fara að deyja úr hungri. Þetta er í rauninu bara að fólk er að reyna að komast út úr þessari hliðarvít og líka þú veist þessir personur hafa líka sína djöfla að draga sem að koma heldur betur í ljósið innan í þessari hliðarvít